tilefni af degi íslenskrar tungu tókum við í 10. bekk í Réttarholtsskóla okkur saman og ræddum í skipulögðum hópum málvernd og málrækt. Margt var á góma og sumt af því til umfjöllunar hér á eftir. Þörf á að vernda íslenska tungu? Hvers vegna erum við að því? Við spurðum Guðvald Má Gunnlaugsson á stofnun Árna Magnússonar álits á þessu. Ef við glötum eða ef íslenskan deyr út eða breytist of mikið, þá getum við ekki lesið eldri texta okkur til gagns, þá er það að lesa þá í þýðingum. Þá er það menn sem rannsaka eldri málstig, rannsaka handritin og eldri texta, þá er þeir að þýða þessa texta fyrir almenning. Svo er líka hann að ef tungumál deyr út, þó að það sé nú ekki miklu líkur á íslenskan deyr út á næstunni, að þá hverfið svo margt sem hverfið svo mikil vitneskja, fróðleikur lífið og tilveruna sem öðruvísi en í hugarheimi þeirra sem hugsa á öðru tungumáli. Og sérstaklega hafa þeir sem rannsaka indíánamál og dauða þeirra í Norður-Ameríku tekið eftir þessu hvað hverfur mikið. Í grunnskólum á Íslandi mikið lagt upp úr því að nemendur komist í kynni við íslenskar fornbókmenntir. Hjá sumum kviknar mikill áhugi eins og hjá Jakobi Jónssyni. Ég hef lesið sem dæmi Njálssögu, Egilssögu og Laxdælu. Hvað það sem fær þig til að lesa 800 ára gamla bækur? Það eftirsóknarvert fyrir mér að lesa fornsögurnar þar sem kemur fram orðaforði sem gaman að nota í daglegu lífi. Ég get hiklaust mælt með því fyrir fólk að lesa fornsögur, en þess að þetta eru merkar samtíma heimildir. Það kemur fram ýmislegt hvernig alþingi gekk fyrir sig til dæmis og hvernig staðhættir voru, hvernig fólk lifði, hvernig vopn þeir áttu og margt fleira. En það gef ekki allir jafn mikið fyrir varðveislu íslenskunnar. Við skulum heyra hvað Helgi Guðmundsson hefur að segja. Ég hef oft velt því fyrir mér hvort það væri ekki einfaldara ef allir myndu bara taka upp eitt tungumál í heiminum. Þá miklu minni samskiptaörðugleikar milli þjóða og þannig. Og af því að enskan mjög útbreidd og kennd víða og mikið notuð á internetinu, þá væri það kannski sniðugasta tungumálið til að taka upp. Íslenskan hefur með árunum orðið fyrir æ meiri erlendum áhrifum. Til þess að varðveita móðurmál okkar verðum við að halda svokölluðum enskuslettum í algjöru hófi og virða viðurkenndar málfræðireglur. Nú á dögum hefur það tíðkast hjá hóp einstaklinga eða úrraka að sörga íslenskuna með erlendum innskotsorðum. Hér fáum við að heyra dæmi slíka vanvirðingu við íslenska tungu. Jæja maður, what have you been up to? Já, ég bara búinn að læra. Læra? You need gamer. Good. Þetta gels og fells. Tveir hluti. Þú þarft no future. Ef þú hefur svært. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music's so loud, I'm swinging, they hoping that they gon' catch me riding. Hey, ég game í bíó tonight maður. Jú, ég var að segja. Við fellanir skellum okkur á einhverja good shit mynd. Popcorn og soda og allt þetta. Klára. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to. Nei, hvert þá í hoppandi? Þetta snjallsímaforrit gerir mig kleift að yfirfæra stýringar í síma sem á íslensku. Hvílík fríðindi. Það sælir. Sælir? Ég bara einn Kolbeinn. Ég heiti Kolbeinn, ég í málræktarnefnd.
Ég heiti Kolbjörn, ég í málatalent. Þú ert bara 0 og nix. Hvaða greinar innan íslenskunnar finnst þið mikilvægast að læra? Málfræði. Bara stafsetningu af því að maður kann alveg að tala málið en það er betra að kunna skrifa það rétt. Mér finnst málfræðin. Af hverju? Af því að mér finnst svo mikilvægt að í framtíðinu, alveg sem að hvaða starf þú ætlar að vinna við í framtíðinu, að þú getur komið frá þér í íslensku tungumáli á þann hátt að þú vekir traust hjá því fólki sem þú vilt ná til. Hvaða greinar innan íslenskunnar finnst þér síst þurfa að læra? Hljóðfræði. Hljóðfræði. Hljóðfræði sem við erum að læra núna því að ég bara sé ekki alveg hvernig það er að hjálpa mér í íslensku. Mér finnst reyndar allt mikilvægt. Mér finnst mikilvægt að geta lesið og skrifað og talað og ritað og gert allt. Og mér finnst kannski, ég síst finnst þetta mér svo mikinn vanda. Mér finnst þetta allt svo stórmerkilegt. En það ert íslenskukennari. Finnst þér íslenskukennsla í grunnskólum auka áhugaðinn á íslensku? Nei, ekki þannig sko. Það fyrir bara eftir hvað við erum að læra. Einu skiptin sem mér finnst skemmtilegt í íslensku er þegar við erum að lesa eitthvað bækur. Lestu mikið heima? Nei. Nei. Nei, ég hef ekki mikið áhuga að lesa.